Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Við fjöllum nú dálítið mikið Evrópumálin og ég vona í þessum þætti. Þau eru allt í einu mjög ofarlega á baugi. Fáum hérna á eftir Árna Snævar, Sigrúnu Davíðsdóttur, Björn Inga Hrafnsson og Björgvin Guðmundsson í svona Evrópuumræðu. Við fáum hérna utanríkisráðherra Líberíu á eftir, merkilega konu. Það eru konur sem að taka völdin í þessu skelfilega stríðshrjáða landi. Við ætlum að tala við Jón Helga Egilsson, hann fjármála verkfræðingur og mjög athyglisverðar kenningar það hvað hafi farið aflaga hérna í efnahagsstjórninni. En við byrjum á vettvangi dagsins með Jóni Magnússyni, þingmanni Frjálslynda, Katrínu Jakobsdóttur, varaformanni Vinstri grænna, Guðfinnu Bjarnadóttur, alþingismanni og áður rektor Háskólans Reykjavík og Ágústi Ólaf Ágústssyni, varaformanni Samfylkingarinnar. Krónan komin í 105, Jón. 104. Menn segja vel að það hefur nú verið spákaupmennska með hana hérna fyrir helgi. Verðbólgan fer náttúrulega upp með þessu. Það talað að við séum skuldugasta þjóð í veröldinni. Má ekki bara segja að við horfum bara Seðlabankana, þeir eru bara búin að missa tökin. Já, það sem vakti mikla athygli hjá mér í sambandi við það sem var að gerast á föstudaginn það var það að bankarnir voru að leika sér á gjaldeyrismarkaðnum og lækkuðu gjaldmiðil með við fréttir fjölmiðla allavega því sem gerðist á föstudaginum. En allavega það sem að gerast það að krónan hefur verið að lækka gagnvart öðrum gjaldmiðlum, evru og dollar og svo framvegis og það var kannski fyrirséð. Og í sjálfu sér kannski allt fyrir sig að svona mundi fara með aukinni skuldsetningu og endalaust hefur verið að flytja inn peninga og út vexti, þannig að einhvern tíma hlaut krónan að gefa eftir. Og ég var einmitt að velta því fyrir mér hvað andrúmsloftið og umhverfið nú orðið breytt frá því það var fyrir 1 ári síðan, en Davíð Oddsson hélt ræðu á fundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem var hér í Seðlabanka Íslands, mér minnir að það verið 31. maí í fyrra, þar sem hann sagði að velmegunin og allt þetta góð í þjóðfélaginu, það stafaði af því að við hefðum sjálfstæðan gjaldmiðil. Ég hef haldið því fram í mörg ár að það væri skelfilegt að við skildum búa við flotkrónu í minnsta myntkerfi veraldar og það hlyti að koma að því að við myndum lenda mjög illa út úr því. Það hefði þó verið hægt að stýra þessu ef að Seðlabankinn hefði gert það af einhverju viti, en hann hefur hins vegar algjörlega brugðist. Hann hefur eingöngu nýtt sér það að hækka stýrivexti en vanrækt það að beita til bindiskylda á bankann til gagnvart erlendum lánum og við erum þess vegna bindiskylda, ég ekki til að skilja nei, bara til þess að koma í veg fyrir það að við skulduðum meira og meira, sektum meira og meiri peninga til útlanda sem að við höfum verið að gera. Kaupþing-banki og Landsbankin eru til dæmis með gjaldeyrisreikninga í London sem að þess vegna húsmæður í Japan geti gegnum Saxo banka keypt íslenskar krónur á móti japansku jenum og breytti síðan á tiltölulega stuttu tímabili. Þannig við erum bara búin að vera með spákaupmennsku gjaldmiðil sem búin að skapa ákveðna velmegun sem skuldsett og það kemur að sjálfsögðu að skuldadögunum. Og þetta hefur verið fyrirséð, bara spurningin hvernig bregðumst við núna, þannig að það verði ekki alvarleg kreppi í þjóðfélagi. Það bara komið að skuldadögunum. Og þannig sýnist mér að bankarnir séu hreinlega að búa til meira með því að loka gjörsamlega lánamarkaðnum, þannig að það verði að í raun að herða meira og valda almenningi miklu meiri erfiðleikum heldur en annars. Og ég ætla bara að benda á eitt, og það það. Við Frjálslynd höfum lagt til og gett kröfu til þess að verðtrygging afnumin. Núna fólk að finna fyrir því, þeim afleiðingum sem það hefur að við búum við allt öðruvísi lánakerfi heldur fólk og öðrum, bara vesturlöndum og það býtur svo hroðalega að það stefnir í gjaldþrot hjá mörgum heimilum vegna þess að hér eru miklu dýrari lán heldur gagnvart almenningi í okkar nágrannalöndum. Við þurfum að greiða af yfirdráttarskuldum í kringum 20 milljarða heimilin í landinu þess ári. Ekki einhvern veginn, eins og maður segja, komið að skuldadögum, Guðfinna? Já, ég bara hreinlega sammála því að það komið að skuldadögum í þeim skilningi að aðstæður í samfélaginu kalla á það að við skoðum alvarlega stefnubreytingu í peningamálum. Og það sem ég vildi sjá að ríkið, Seðlabankinn, bankarnir og fleiri aðilar settu saman, greindu stöðuna, það þarf að meta svona samhengið og forsendurnar. Það þarf að greina stöðuna mjög vel, meta tækifærin sem við höfum og fara út í það að stýra málum á effektífari hátt heldur en við höfum gert hingað til. Þessi
þessi stýrivextir eru náttúrulega alveg fáránlega háir og ég held að þeir séu ekki að hugnast okkur nákvæmlega í dag, bara nema síður sé. Þannig að það er í raun og veru ekkert óeðlilegt vegna þess að staðan í alheims fjármálum er þess eðlis líka að við eigum að setjast niður og skoða stöðuna, endurmeta. En hvað segir, en er ekki bara ljóst að íslenska krónan er á leiðin út? Sko, ég held að hvort sem að íslenska krónan er á leiðinu út eða ekki, að þá þarf allavega að ná tökum á ástandinu eins og það er. Það má vel vera að okkur sé betur borgið í framtíðinni í einhvers konar öðru samhengi en núna er íslenska krónan bæði staðreind og verður það hérna næstu misseri allavega og þá er að gera að takast á við það mál. Já, Ágúst, hvað við að gera? Já, ég er alveg sannfærður um að fara í Evrópusamband og taka upp evruna og það er stefna míns flokks Samfylkingarinnar, það er ekki stefna ríkisstjórnarinnar. Guðfinna hefur reyndar verið mjög Evrópusinnuð. Já, en við erum að sjá það er svo mikið að gerast í þessu máli, við erum að sjá það að íslenska viðskiptalífið hefur nú þegar valið evruna. Við erum að sjá það að fjölmörg fyrirtæki þar meðal óskapað þjóðanna Eimskipi fara að gera í erlendu gjaldmiðli. Við erum að sjá það að verkalýðshreyfingin að gera þá kröfum að þetta greiða laun í erlendum gjaldmiðli. Við erum að sjá það að 60% af þeir sem reka íslensk fyrirtæki telja að þeir hafa orðið fyrir viðbót á kostnað vegna krónunnar og eru tilbúin að skipta gjaldmiðli. Síðan sjá einnig að það er ekki pólitísk samstaða eða pólitískur vilji fyrir að taka upp evrun einhliða og forsætisráðherra tala mjög skýrt í þeim efnum í Brussel að sá möguleiki út af borðinu. Hvaða möguleikar eru þá eftir? Það er annað hvort að hafa krónuna með þeim kostnað sem henni fylgi eða fara að undirbúa aðild að Evrópusambandið sem tekur þetta tíma og þarf að gerast í sátt við stjórnmálaflokkana og þjóðina og svo framvegis. En bara það að ákveða að fara að hefja þann feril myndi hafa gríðarlega jákvæð áhrif á efnahagslíf og hagkerfi. Það höfum við fordæmi frá öðru ríki sem hafa tekið stefnuna að aðild að Evrópusambandinu. Þú meina að það myndi byrja að virka strax? Akkúrat, það myndi byrja að virka strax, það myndi auka aga í hagstjórnin, það myndi auka væntingar og væntingar er gríðarlega vanmetið tæki í hagkerfinu. Og þetta skiptir máli og við erum að sjá það að við getum auðvitað ekki sætt okkur við það að íslenska þjóðin verði tvískipt, að hér verður krónuþjóð og evruþjóð. En við erum því miður farin að sjá það. Katrín, nú sýndi skoðanakönnun daginn að meirihluti kjósenda þins flokks, Vinstri grænna, og reyndar meirihluti kjósenda Sjálfstæðisflokks vildi taka upp evruna. Já, ég skal koma inn á það, en mér langar bara að segja það fyrst og það er dálítið áhugavert að hlusta á fulltrúa ríkisstjórnarinnar hér segja já, nú er komið að skuldadögum og nú þurfum við endilega að setjast niður. Því ég var einmitt að líta svona aðeins yfir svona feril mála á Alþingi núna í vetur og að mig minni var eina fyrstu utandagskrárumræðum okkar Vinstri grænna voru horfur í efnahagsmálum snemma í október og þá vöruðum við þessu nákvæmlega sem hefur verið að gerast, við höfum varað við þessu áður, sérstaklega í ljósi skuldasöfnunar sem hefur verið, ekki bara hjá íslenskum heimilum. Við höfum nú bent á það að þau eru núna, skuldir heimilin eru 240% á ráðstöfunartekjum. Svo erum við með mjög skuldsett atvinnulíf, mjög skuldsett sveitarfélög, þó að ríkissjóður standi vel. Þannig að þetta eru auðvitað áhyggjuefni. Þess vegna höfum við lagt fram tillögur vegna þess og okkur finnst mikilvægt að horfa á það að við erum núna með krónuna og það þarf eitthvað að gera í málunum. Það þarf að styrkja hana sem stendur. Við erum búin að leggja fram tillögur að styrkja gjaldeyrisvaraforða Seðlabankans, gera hlé á stóriðjuframkvæmdum og fara í það að endurreisa í rauninni eða horfa á það að búa til einhvern vettvang sambærilegan við þjóðhagsstofnun. Mér finnst ég hafa fundið það inn á Alþingi að það vantar einhverja slíka stofnun, Hagstofu Alþingis eða hvað við getum kallað það, til að styrkja þingið sem geranda í fjármálum þjóðarinnar. Og hvað varðar Evrópusambandið og evruna, þá vitum við það líka alveg að það eru gerðar ákveðnar kröfur til þeirra þjóða sem sækjum aðild. Það þarf að koma málum í lag. Ég veit það Ágúst Ólafur talar um það að bara yfirlýsingin myndi hafa áhrif og er í sömu svona Árni Páll sagði það líka hér á þessum samastæði fyrir viku. Og þá einmitt benti Steingrímur J. Sigfússon á Eista sem gerði það sama og eigi að síður hefur það ekki haft áhrif þar. Þannig að mestu skipti kannski að við komum okkar málum í lag hér heima. Og mér hefur þótt ríkisstjórnin ekki vera að standa vaktina, kannski út af því að þau eru ekki sammála Evrópusambandsmál. Ríkisstjórnin svo sannarlega standa vaktina. Það á að fara að setja á fótina þverpólitíska Evrópunefnd með þátttöku allra stjórnmálaflokka og hagsmunasamtaka. Ríkisstjórnin er ekki að skilja auð í Evrópumálum. Í efnahagsmálum. Og í efnahagsmálum, hvað er nú að gerast í efnahagsmálunum? Þessi ríkisstjórn, Samfylkingar og Sjálfstæðisflokk skila 40 milljarða króna afgangi, ætlar að skila 40 milljarða króna afgangi þessu ári, 80 milljarða bara fjárfellgrúpp þýðir að það þarf að endurgreiða 12 milljarða með 15 milljarða króna útgjaldaaukningu sama tíma þeir tala um að minnka þensluna. Þetta er ákveðt vandamálið sem Ágúst kemur sem er vandamálið í hnotskurð.
talsmenn ríkisstjórnarinnar hafa sko velt sér upp úr því að hér hefur verið þensla. Ríkissjóður hefur bólnað út vegna þenslunar en ekki vegna raunverulegs góðæris, heldur vegna skuldsetts góðæris. Og það kemur að sjálfsögðu skuldadögum líka hjá ríkissjóði. Og núna verða menn bara taka á því og það alveg hárrétt sem að Katrín segir hérna varðandi það með hvaða hætt og hvernig ríkisstjórnin hefur brugðist við varnaðarorðum frá okkur í stjórnarandstöðunni við því sem fyrirsjáanlega var að gerast. Það ekkert sem á að koma okkur óvart. Mér datt nú í hug þegar ég hlustaði á Ágúst Ólaf hérna áðan að það var lag sem að ágætur maður, við minnum John Lennon sem að hérna Instant Karma sem spurningin það að leysa vandamálin og hérna svona laust samfylkingarnir og öllum vandamálum íslensks efnahagslífs og þjóðlífs það að gangi í Evrópusambandið. Nú kann það vel að vera að það geti gefið góða raun og það geti verið ákveðin áfengi en hitt annað mál að það er langur tími sem það tekur þetta langt ferli. Nú við í Frjálslyndaflokknum höfum talið að það væri nauðsynleg forsenda að sjávarútvegsstefna væri með þeim hætti að það væri aðgengilegt fyrir okkur að gera staðili. Og þetta er alltaf spurningin það. Og ég segi það alveg eins og Ég gerir mér ekki grein fyrir því hvort það eru hagsmunir íslensku þjóðarinnar að gangi í Evrópusambandið eða ekki. Vegna þess að við fáum ekkert úr því skorið fyrir en það liggur fyrir hvað Evrópusambandið tilbúið til þess að víkja frá ákveðnum skilyrðum. Hvað það tilbúið að gera varðandi landbúnaði, varðandi sjávarútveginn og ýmislegt annað. Meðal annars okkar litla vinnumarkað. Jón, þú varst í þætti, hefur verið þáttum hjá mér með merki Evrópusambands. Já, ég Evrópusinni. Og þú vilt að Íslendingar sækjum aðild? Ég vil að Íslendingar sækjum aðild en á sama tíma hef ég alltaf sagt ég er ekki viss það að ég muni samt sem að greiða því hérna atkvæði. En fólkið í ungum Frjálslyndum segir að það séu landráð að einu sinni hugsa að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það er nú einu sinni þannig að íslenski stjórnmálaflokkar þeir skiptast með ýmsum hætti og það er til dæmis Helgi Magnússon sem nú hérna virkur sjálfstæðismaður og framámaður þar til langs tíma. Og formaður samtaka Íslands iðnaðar, þau samtök að gera kröfu til þess að við göngum í Evrópusambandið og þannig það bara innan stjórnmálaflokkana. Meira en helmingur af þeim sem lýst yfir fylgi við Frjálslynda lýstu yfir að þeir vildu að Ísland gengi í Evrópusambandið en ég hef alltaf sagt þetta. Við eigum að skoða hvaða kostir í stöðunni fyrir íslensku þjóðina en það ekki fyrr en þeir kostir liggja fyrir sem við getum tekið afstöðu til þess á grundvelli hagsmuna okkar sem þjóðar. Og þá eigum við að sækjum aðild til þess að finna út úr því hvort að það er aðgengilegt fyrir okkar. Katrín, koma til greina við sækjum aðild að Evrópusambandinu? Já, nú kannski kem ég á spurningunni sem þú spurðir áðan og ég var ekki enn komin að með okkar kjósendur vissulega. Mér finnst mjög eðlilegt að almenningur í landinu horfi til Evrópusambandsins þegar einmitt illa árar, getum við sagt. Þetta svona efnahagsástandið með þeim formörkjum að þetta svolítið eins og kallinn á Vestfjörðum sem ég hitti sem sagði kvótakerfið svo vont að ég frekar við göngum í Evrópusambandi. Af því það þá, þú veist, honum fannst þetta bara svo slæmt að það var alveg eins gott að gera það. Og ég segi, mér finnst mjög eðlilegt að fólk velti þessu fyrir sér, en ég hef hingað til verið andstæð aðild af því að ég tel við sem smáríki getum haft stærri áhrif sem svona sjálfstæð rödd, get ég sagt, á alþjóðavettvangi og ég hef líka horft á þetta dálítið út frá lýðræðissjónarmiðum af því við vitum það að Evrópusambandið auðvitað mjög miðstýrt batteri og hefur verið farið að fara meira í þá átt. Stjórnarskráin sem var ekki samþykkt á sínum tíma miðað að því að gera þetta að miðstýrðara og svona meira að einu ríki, getum við sagt. Hún var ekki samþykkt en hún komin aftur í umfyrrandi nýju heiti og það þetta sem truflar mig við Evrópusambandið, það þessi lýðræðishalli sem ótvíræður innan sambandsins og hvaða áhrif hefur það á lítið samfélag eins og okkar að ákvarðanatakan færist fjær og við yrðum líklega að ég ótti minn það að við yrðum ákveðið jaðarsamfélag og það sem ég segi ef við göngum í Evrópusambandið, það hefur auðvitað líka sína kosti, ég ætla ekki að neita því, þetta ekkert svart-hvítt mál þá verðum við að gera það út frá breiðri samfélagslegri umræðu, ekki bara út frá efnahagslegum umræðu. Menn hafa verið hræddir það að flokkarnir klofni ef við förum í Evrópu og flokkarnir klofni, eru flokkar, jú menn hafa sagt það, eru flokkarnir mikilvægir en fólkið í landinu, menn þessi flokkar eru náttúrulega bara einhverjar bullur sem ef þeir döga okkur ekki, þá náttúrulega hendum við þeim og stofnum nýja flokkar. Ég held að það sé bara ósköp eðlilegt. Með þegar menn segja að sjálfstæðisflokkurinn sé merkilegar en einstaklingarnir sem eru í honum. Sjálfstæðisflokkurinn það ekki, flokkar eru náttúrulega ekkert nema fólki sem í flokkunum en við þurfum bara að taka þessa umræðu. Efnahagsumræðuna, áður ég talaði Evrópuumræðuna, efnahagsstjórnun í landinu hefur verið með ágætum. Nei, jú, hún hefur verið með ágætum, ríkissjóður rekinn þannig að hann hefur skilað afgangi vegna þenslunar og við höfum líka séð það í okkar efnahagsmálum að lífeyrissjóðirnir okkar eru sterkir, býtu aðeins
Fjölgun Við opinberra erum starfa. búin að ganga til góðs götuna fram á veg. Hins vegar hafa forsendur breyst mikið og ég held að við verðum öll að stíga það skref án þess að benda fingrum, heldur að stíga það skref að viðurkenna að við þurfum að gera betur. Við þurfum að taka okkur á og við þurfum að skoða þetta eins og vísindamenn, skoða kostina í stöðunni og meta það hvað þarf að gera. Og ég vil fá okkar sterkustu og öflugustu fræðimenn að borðinu við það, en út af Evrópuumræðinni. Já. Aha. Finnst þér vera hugsanlegt Íslendingar sækja aðild að Evrópusambandinu til að sjá hvaða dílu við fáum? Já, mér finnst það alveg hugsanlegt, já. Ég er svona ein af þeim í Sjálfstæðisflokknum sem er svona frekar inn á því að skoða möguleikana sem að felast í því og ég vil sjá okkur gera það án þess að vera fyrirframbúin að setja okkur í einn hóp eða annan. Það er búið eiginlega að búa til þessar fylkingar og þær eru í öllum flokkum. Það eru Evrópusinnarnir og hinir. En við þurfum líka að komast og við erum semst með í öllum flokkum þessa hópa. Já. Og ýmist hefur fólk skipað sér í hópin sem er Evrópusinnaður eða hinn hópin sem er ekki Evrópusinnaður og síðan leitað að rökunum. Mér langar að nálgast þetta öðruvísi. Ég vil skoða rökin fyrst, setja svo blákalt á vogarskálarnar, hverjir eru kostir, hverjir eru gallar. En verðum við ekki bara sækjum aðild og láta á það reyna hvaða díl við fáum í sjávarútvegsmálum og landbúnaðarmálum? Það eru kannski það sem að... Þegar upp er staðið þá er málið svolítið flókið. Hvað kostar þetta okkur? Ég vil fá þeirri spurningu svarað. Hvað kostar þetta okkur? Þú ferð það eingöngu með aðild. En hvað kostar það okkur af íslenska krónu nú? En svo hafa menn ekki velt fyrir sér öðrum kostum eins og menn hafa ekki velt fyrir sér. Er möguleiki að gera tvíhliða samning? Kasta EES-samningnum að gera tvíhliða samning? Það væri skelfilegt. Við skulum ekki kasta þetta á borðinu. Er möguleiki að EES-þjóðirnar geti farið í myntbandalið? Er það möguleiki? En Jón, þá ertu ekki með innri markaðinn, þá ertu ekki með einsleitnina, ef þú ert með tvíhliða samning. Við erum neitt til þess að taka upp alla löggjöfina. Það er skelfilegt sem við gert og það er stefna Vinstri grænna, meðal annars úr Evrópunefndinni, að fara þess að tvíhliða leik sem Svissarnir hafa farið. Þeir hafa verið mörg ár að gera samning eftir samning á Evrópusambandið á meðan við erum virkir aðalega innri markaðinn sem hefur verið undirstaða þessa góðæri sem við höfum notið. En varðandi Evrópuumræðina, við höfum að koma úr skotgrónum, við höfum líka að fara að tala staðreyndir. Maður er enn að heyra svo marga bábiljur eins og það að það sé valda við lítil ríki Evrópusambandi. Það er ekki reynslan. Reynslan er einmitt, það er frekar að vera að ganga á hagsmuni stóru ríkjana. Og ef þú skoða það, og við sáum það á ráðstöfunum núna daginn, að þegar það verður að kjósa í ráðherraræðinu, þá er það ríki sem er yfirleitt unnið á atkvæðagreiðslu, sem eru sára sjaldan í ráðherraræðinu, það er Finnland. Og það ríki sem hefur tapað oftast atkvæðagreiðslunum, það er Þýskaland. Við sjáum líka þegar við heyrum umræðina, Íslendingar fá bara 6 þingmenn á Evrópuþinginu. Það mun enginn hlusta á þess að 6 þingmenn. Þeir gleyma þeirri staðreynd, hugsanlega viljandi, að þingmenn á Evrópuþinginu raða sig ekki eftir þjóðernum, þeir raða sig eftir flokkum. Kratarnir eru saman, græningjarnir saman og svo framvegis. Þannig að þetta er reynslan og veruleiki sem blasir við. Að lokum með sjávarútvegsmálin, veiðireynslan er hornsteinn sjávarútvegsstefnunnar. Það er engin þjóð sem hefur veiðireynslu í íslensku lögsögu, ergo hér munu ekki koma erlendir togarar og veiða íslensku lögsögu ef við förum með Evrópusambandið. Þetta eru staðreyndir sem er ekkert hægt að hrekja og það dugar ekki fyrir andstæðinga Evrópusambandsins að vera alltaf að hræða fólk. Þetta er algjörlega atriði sem er meðal annars í Evrópuskýrslunni og Evrópunum sem við Katrín sátum í er staðfest þar. En þetta skiptir máli að ég er að tala um þessi lýðræðismál og það er bara vissulega rétt. Það er ekki þetta að neita því að þarna starfa flokkarnir einmitt þvert á lönd og ekki eftir þjóðnum. Þetta Evrópuþing hefur bara svo lítið að segja. Fyrst og fremst er það ráðgefandi þing og þess vegna hefur kosningaþátttaka til Evrópuþings í raun hrapað í löndum innan Evrópusambandsins og ég held að við höfum líka að horfa. Það er alls ekki, við erum að tala um þáttöku, 30–40% þáttöku í sumum Evrópusambandslöndum, kosningaþáttöku til Evrópuþingsins, af því að fólk upplifir það hefur ekki áhrif. Hefur ekki vegnað illa Evrópusambandið, líkt á Finnland, líkt á Írland, líkt á Danmark, líkt á Lóks. Þetta er allt smáríki sem að vegna þjóðir innan Evrópusambandsins eru alls ekkit allar á eitt sáttar og ég held að það skiptir máli þar að þetta er mjög miðstýrt batteri. Það er bara þannig. Vissulega hafa smáþjóðir náð áhrifum, til dæmis með því að fá inn fulltrúa í ráðherraráði þar sem allar helstu ákvarðanir eru teknar. En við þurfum samt að horfa á það að þetta breytir
okkar stöðu og okkar samfélagsgerð og það umræða sem við þurfum að taka. Mér finnst ekki að við getum bara hort á þetta. En Vinstri grænir hafa bara sagt nei, sko. En nú til dæmis ef kjósendur flokksins að segja annað. Vinstri grænir og Sjálfstæðisflokkurinn hafa haft þessa skoðun að standa utan Evrópusambandsins. Það alveg hárrétt. Hins vegar tel ég það auðvitað þetta mál sem þarf að vera í umræðu. Ég einmitt búin að bíða mjög spennt eftir Evrópunefndin sem Ágúst annar formanna í tæki til starfa sem var boðuð strax í kjölfar stjórnarmyndunar. Því mér finnst það var líka ein af niðurstöðum þessara Evrópunefndar að við þyrftum að vera miklu meira á tánum í rauninni í samskiptum okkar við Evrópusambandið. Við þrjú erum í viðskiptanefnd þingsins, við vorum að ræða eitt frumvarp í viðskiptanefnd í vikunni. Við veitum hvað embættismenn sögðu okkur. Eina sem getur breytt þessu frumvarpi heitið á lögunum. Akkurat. Heitið á lögunum. Við erum að ræða frumvarp á Alþingi Íslendinga. Hvaða frumvarp er þetta? Frumvarp óréttmæta viðskiptahætti og embættismennir segja þeir fá hugsanlega að krukka hvað lögin heita. Er þetta boðlegt? Talandi lýðræðishalla. Já, en það breytir. Áhrif myndir sko margfald að en horfðu líka það, Ágúst, horfðu til dæmis á Noreg, þar sem nú ekki mikill áhuga Evrópusambandsaðild núna, en það hafa þeir verið til dæmis miklu duglegri að beita sér í hagsmunasamskipti við Evrópusambandið. Þeir eiga olíu. Þeir hafa við höfum haft okkar mjög góðari núna, er það ekki, en svolítið klúðrað því út gluggann, meðan efnahagsstjórnin hefur tekið miklu fastari tökum í Noregi. Horfa á það, Egill, að það er ekki nokkur áhuga Evrópusambandsaðild í Noregi núna. Akkur er það? Af því að þeir bæði hafa gætt hagsmuna sinna miklu betur. Þeir segja það núna, formaður Evrópusamtakanna það besta sem geti komið fyrir okkar málstæðir að Ísland ganginn, því þá getum við dregið Noregi. Það er bara miklu ríkari en við. En við höfum haft úr ýmsu að spila og það sem við höfum sagt, við höfum ekki spilað nógu vel úr okkar spilum, ekki tekið efnahagsstjórnina nógu föstu tökum og við megum ekki bara ganga Evrópusambandið á flóttandan okkar eigin efnahagsstjórn. Við þurfum að gera það miklu og því leyti getið tekið undir mig Guðfinnu að þarna þarf að horfa á málin dálítið fræðilega. En hvað eigum að gera í sambandi við gjaldmiðilsmálin? Nú eru menna, sko mér finnst stundum eins og menn séu, sko, menn eru svo hræddir að þeir eru að fóra að tala einhliða upptöku evru, af því þeir þóra ekki að kljúfa flokka á Evrópusambandinu. Svo fara þeir að tala svissneska franka. Allt svissneski franki dóttir inn og maður klórir sér bara í hausnum. Hvað kemur svissneski franki málunum við? Svissneski frankin kom málunum við að því að Björgólfur Björgólfsson talaði það. Og þá fór hann að taka upp hagsmunir þar, ég veit það ekki. En í sjálfu sér, svissneski frankin hefur ekkert. Það sem skiptir máli fyrir okkur þarf að tengjast stóru myntsvæði. Vegna þess að þá það sveiflurnar í efnahagslífinu mjög litlar. En sko með því að vera í litlu myntsvæði, þá erum við alltaf að taka áhættu. Nú spurningin fyrir okkur sem fólk hefur ekki velt fyrir sér og kannski útilokað með við sögulega forsendur, það að segja að tengja dönsku krónunni, sem að kannski verið miklu skynsamlegra heldur en með kannski meiri vikmörkun. Það sem við frjálslynd sögðum fyrir kosningar. Við bentum á þetta vandamál með gjaldmiðil, við vöruðum við því fyrir kosningar að þetta gengi ekki að hafa þetta með þessum hætti að hafa flótkrónuna. Þess vegna vildum við breyta og hafa þannig að íslenska krónan væri tengd með ákveðnum hætti okkar helstu viðskiptagjaldmiðlum með ákveðnum vikmörkum. Og það, að mínu viti er það eina skynsemin í stöðunni eins og hún til þess að tryggja það að almenningur í landinu geti búið við sömu lánakjör og hinnum Norðurlöndunum. Við losnum við verðtrygginguna og við búum við ákveðin stöðu. En segjum að evran fari nú í 120-130 krónur. Við þurfum ekki að bíða eftir einhvern instant lausn með Evrópusambands. Við getum gert þetta strax og við eigum að gera þetta strax. Við eigum að hætta þessari óábyrgu afstöðu Seðlabanka Íslands og íslensku ríkisstjórnarinnar að vera og búa við flotkrónu og setja allt viðskiptalífið og efnahagsástandið í uppnám. Það gengur ekki. Það öllum verið ljóst sem hafa hugsað efnahagsmál til lengri tíma að svona gæti þetta ekki gengur. Men hugsaði það eru 13% vextir, 14% vextir, 16% vextir og samt gjaldmiðlurinn að hrynja. Það er náttúrulega alveg mólkinn. Og svo náttúrulega hefur einmitt verið rætt tíka talsvert það sem hefur kallað markaðssetning íslensku krónunar og Sigurður Einarsson nefndi hér á málstofum lífeyrismála, hann teldi að íslenska krónan væri kannski ekki, hún hefði fyrst og fremst verið illa markaðsett. Ég held nú reyndar að í því máli eru bankarnir náttúrulega að reyna bara að beina ábyrðin eitthvað annað. Ég meina bankarnir, þetta eru struktúrvandræði hérna í sambandi við hvað bankarnir eru stórir og hvernig þeir hafa lánað sig og svo þeir að segja þetta er bara spurning um ímynd, en er ekki máli bara að þeir sem eru að greina okkur í útlöndum, þeir hafa rétt fyrir sér. Þetta er ekki spurning um ímynd. Já, ég held að samt að sko ef við tölum væntingar og við tölum þá skiptir auðvitað máli að tala af ákveðinni ábyrgð gjaldmiðilinn. Ég held að það hljóti að skipta máli í alþjóðlegu samhengi. Í útlöndum líta svo á að það sé mikil hætta á því að íslenski bankar fara á hausinn. Og þess vegna eru þeir hræddir. Það er korrekt. Eignir bankana eru 10.000 milljarðar, tíföld landsframleiðslan. Hagnaður bankana voru 155 milljarðar á síðasta ári.
Það myndi reka sko Landspítalann, ég veit ekki, 5 sinnum fyrir þá upphæð. Eiginfjárstaða íslensku bankanna er sterk. Þannig að við eigum ekki að tala með íslensku bankanna því það er ekki forsendum fyrir. Við eigum ekki að tala neitt niður. En hvernig stendur á því að umræðan er með allt öðrum hætti í dönskum fjölmiðlum og enskum fjölmiðlum heldur en á Íslandi, íslenskt efnahagslíf. Ég meina við erum að sjá allt aðra mynd regna upp í fjölmiðlum annar staðar heldur en hér heima. Og hvernig stendur á því að umræðan hér hefur endalaust verið einsleit að þetta sé allt í lagi, við séum á toppi heimsins, þangað til allt í henni við fáum hamarinn í hausinn. Umræðan var hérna þannig að við kynnum eitthvað sem hinn kynnu. En nú nú forsætisráðherra farin í sérstaka auglýsingaferð, ekki satt? Það skiptir máli, ekki gera lítið úr því. Það sem hann ætlar að kynna ímynd landsins. En ég held að misgáfaðir einstaklingar er að koma með lausnirnar á málunum. Ég held, og það sem ég kalla á, er að okkar sterkustu og öflugustu fræðimenn setjist niður í samhengi með þær forsendur sem eru núna og taki á þessum málum og flokki þessar leiðir sem eru okkur færar. Ekki að koma með Misgáfaðir einstaklingar hafa haldið stjórnartaumana. Já, það er vandamálið. Og hefði ríkisstjórnin ekki átt að hafa það í huga sko fyrr, til dæmis, sko, við skulum hafa það í huga, hér var nú þjóðhagsstofnun lögð niður og mér finnst það hafa verið stanslaust kallað eftir því á Alþingi, að Alþingi hafi einhverjar sjálfstæðar upplýsingar til að vinna að hagstjórninni. Akkur hefur það ekki verið gert? Ekki frá þessum blessuðu greiningardeild. Margoft erum við búin að benda á þetta, margoft, og ég skil ekki akkur þetta verið gert. En ég verð bara að enda þetta á einu punkti. Það er, sko, Valgerður Bjarnadóttir vinkona mín, hún fer inn á þing við og við og reynir að koma eftirlauna málinu á dagskrá. Hérna Birgir Ármannsson segir, svona eins og kerfiskall, já það er bara líklegt að það komist aldrei á dagskrá, þetta er önnur mál frá þingmönnum. Og ég vil bara segja, sko, fólki misböðu þetta, verkalýðshreyfingunni misböðu þetta, misböðu þetta eiginlega öllum, nema þeim fáum mönnum sem högnuðust á þessu. Ég meina, af hverju er þetta ekki, mér finnst þetta mjög ósvíðu svar hjá Birgi, og af hverju er þetta ekki, kemst þetta ekki á dagskrá? Þetta er lýðræðishallinn á Alþingi. Þetta er lýðræðishallinn á Alþingi. Þetta er dæmi lýðræðishallann hvernig stjórnarflokkarnir og ríkisstjórnin í raun stýrir og misbýður löggjafarvald. En þeir eru bara að prófa sig áfram að þetta mál gleymist smátt og smátt. Nei, það er búið að frumvarp frá forsætisráðherra þetta. En það er nú ekki komið að þannig Nei, það fylgdi umræðinni í vikunni síðan maður sá það í fjölmiðlum. Þetta er líka í stjórnarsáttmálunum. Það er pólitískur vilji að breyta þessu. Við munum ekkert sætt okkur við að þingmenn hafi sérkjör. Það er bara Nei, þetta er aðalega forseti Íslands og ráðherrar og hæstaréttardómarar sem hafa sérkjör. Þetta er ekki aðalega þingmenn. Þetta er einkum ráðherrarnir. Þetta er einkum ráðherrarnir og það er náttúrulega bara líka athyglisvert. Svar Birgis er mjög athyglisvert því það lýsir ákveðnu ástandi. Og ég held að sko óbreyttir þingmenn, hvort þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu, finni fyrir þessu að málin bara hverfa og mér finnst það mjög skrítið og ég held að það sé... Ég sýr nú þessi allsennandi og það hefur nú engin hvorki frá ykkar blessuðu flokkum krafist þess að þetta mál fara á dagskrá nefndarinnar nema Valgerður Bjarnadóttir, hún var að gera það í síðustu viku. Þetta á við ekki bara þetta mál, heldur mjög mörg þingmannamál, Ágúst. Og þetta er ekki góð vinna. Þetta er margir tugir mála sem að sitja sofandi í nefndum þingsins. Já, þið eru komin í allt aðra umræðu og hún er þessi. Hvernig starfar þetta löggjafarþing? Og ég segi sem nýr þingmaður að maður situr á þinginu og veltir fyrir sig hvað er maður að gera. Og þetta er algjörlega óháð flokkspólitík. Ég skal alveg lofa því að nýju þingmennirnir eða þeir sem að horfa á málefnin gaggrínum augum og vinnubrögðin gaggrínum augum, þeir furða sig á þeim. Ég ætla að nefna eitt dæmi af því að það bara gjörsamlega, ég skil ekki hvernig stendur á því. Bara eitt lítið dæmi, ég geti nefnt vafalaust 100 dæmi. En þetta dæmi er þegar að umboðsmaður Alþingis flytur skýrslu sína fyrir þinginu, fyrir þingmönnum. Þá flytur hann ekki skýrslu sína, heldur er það einhver annar. Mér skilstu venjulega er það forseti þingsins, í þessu tilviki var það formaður allsherjarnefndar sem flutti skýrslu umboðsmanns Alþingis. Og ég einhvern veginn í fáfræði minni hélt að við myndum setjast með umboðsmann Alþingis einhvers staðar. Sko, þegar ég spyrst fyrir þetta hafa mér sagt að einungis þingmenn og ákveðni starfsmenn þingsins fá að labba inn í þingsalinn. Nú þá kannski hægt að fara eitthvað annað, ekki satt? Og virkilega hafa svona umræðu, krítiska umræðu. Ég ber óhemju virðingu fyrir umboðsmanni Alþingis og ég geti tekið ótal svona dæmi að við einhvern veginn erum ekkert að ræða málin.
og svo fer fólkið í svona flokkagrífurnar sínar, stjórnarandstaða. Mér finnst þetta ekki nútímaleg vinnubrögð. Þess vegna Og ég breytir er svo þessu. ósátt við þetta að ég á svolítið bágt, en ég er búin að ákvæða þegja til að halda því aðeins áfram, halda áfram að skoða, svona eins og vísindamaður skoðar, svona eins og En verkfræðingur þú skoðar. komandi úr viðskiptalífinu og skólakerfinu, þér Alveg bara- finnst þetta svona óeffektíft. Nei, ég er ekkert að tala um óeffektíft, það er svo ódýrt að segja það sé óeffektíft. Þetta er allt annað heldur en barasta óeffektíft. Þess vegna Þetta er breytum bara við þess eðlis að við eigum að vera krítisk og við eigum að skoða það í þágu fólksins okkar, í þágu framtíðarinnar. Hefur ekkert með flokkapólitík að gera. Fín lokaorð. En ég vona bara að þessi eftirlaunamál komist eins og er á dagskrá sem fyrst og það er gott að fá þau inn Ég aftur. þakka ykkur fyrir að koma hérna, kæru vinir. Ég ætla að sýna, kæru venner